höldum við áfram hér í morgunútgáfunni. Það birtist grein í gær í Kvennablaðinu eftir Kristínu Sigurðardóttir og yfirskrift greinarinnar var og hvenær má ég njóta bókmennta með eyrunum. Og þar segir meðal annars, það líður að jólum, fyrsti jólapjessin kominn inn á mitt eldhúsborð og brátt sjáum við jólavörurnar í öllum búðum. Umfjallan nýútkomna bækur eru byrjaðar og ég fylgi spennt með. Ég veit alveg hvað mig langar í jólagjöf, ég vil fá aðgang að hljóðbókasafni Íslands. Og svo rekur hún það að hún hafi meiri segja staðið í því að svindla vegna þess að dótturinnar sem sagt kunni á hljóðbókasafninu og þar með hefur hún getað fengið bækur en spyr jafnframt af hverju hún megi ekki kaupa sér aðgang að hljóðbókasafni Íslands. Þóra Ingólfsdóttir framkvæmdastjóri safnsins, velkomin. Takk fyrir. Stuttasvarið kannski, eða ég var að fá langasvarið. Af hverju má fólk ekki sem að hefur ekki greiningu, lesblindu eða annars slíkt verða eða fá aðgang að hljóðbókasafni Íslands? Svarið umverulega bara mjög stutt. Safnið starfar samkvæmt lögum þar sem segir að hlutverk þess sé að sjá þeim sem ekki geta nýtt sér prentað letur fyrir bókasafnsþjónustu. Og svo starfar að líka samkvæmt 19. grein höfundalaga sem undanþága frá höfundarétti að það megi taka efni og breyta því í hljóðefni fyrir þennan hóp, sé það ekki í fjárhagslegum tilgangi. Og við notum þessa undanþágu og þess vegna getum við starfað umverulega. Og þar með erum við bundin innan lagaramma sem að segir þetta eingöngu fyrir þennan hóp. Já. Nú svo margt annað við erum náttúrulega með fjárveitingu, þetta ríkisstofnun, fjárveitingu, sem sagt fáum ákveðna upphæð á ári sem að fer í þessa baráttu að reyna að gera sem mest prentað mál aðgengilegt fyrir þá sem ekki geta notið bókmennta með augunum. Og við höfum tekið safnið raunverulega niður í frumeiningar og við höfum það engin yfirbygging, við notum allan peningin í þetta og það mjög mikilvægt að því þetta ekki mikil peningar að missa ekki fókusin á þessa réttinda baráttu. Og þegar að menn að spyrja af hverju fæ ég ekki aðgang að safninu, þá það vegna þess að þú ert ekki sjónskertur, blindur eða með lesblindu. Þú fellir bara ekki innan ramma lagana. Já. En hverju breytir það að leyfa mér að fá aðgang að safninu þrátt fyrir að ég sé ekki með þetta, með þessa greiningu eða? Viltu langaði stjórnarsvarið? Já, já. Nei, það í fyrsta lega þá náttúrulega bara það ekki hægt vegna lagana. Segjum svo að við myndum bara segja, skýt með þetta, við opnum þetta bara fyrir alla. Segjum svo að við myndum bara gleyma því að við værum með löggjafavald og eitthvað slíkt. Þá náttúrulega þið bara kærið og ég rekin og safnið lagt niður og þetta líklega bara boðið út á almennu markaði. Og þá spurningin, hver mun sinna réttindabaráttu þeirra sem að geta ekki nýtt sér prentað letur? Því þá ertu komin yfir ykkur markaðslögmál þar sem að allt aðrir hlutir ráða. Já, einmitt. En vilji, hafið þið hvað ég var að segja, látið reyna á það hjá stjórnvöldum hvort það vilji fyrir því að opna slíkt safn fyrir almenning? Við höfum ekki látið reyna á það persónulega sem safnir þess að það bara ekki okkar hlutverk að berjast fyrir annan hóp en okkar hóp. Hins vegar, þá kemur þessi spurning mjög oft upp. Við höfum beint fyrirspurnir niður í ráðuneyti. Kennarar hafa til dæmis sendt fyrirspurnir að þeir sem að tala erlend tungumál að þeir fá aðgang, til dæmis nemendur, sem ekki hægt samkvæmt þessu lögum. Helgi Hjörvar lagði fram á þingi fyrir einhverjum 2-3 árum tillögu að safnið að opna fyrir alla og þá fór þetta svona hring, þá skilum við áliti, eða menntamálaráðandi skilaði áliti, rithöfundasambandið skilaði áliti, það var haldinn fundur, maður satt í svona hálfgerðu yfirheyrsluherbergi eða niður á Alþingi og það kemur ljós að þar sem að þessar bækur allar lesnar undir þessari undanþágugrein, þá þyrfti að breyta lögunum og til þess að vera hægt að nota bókakostin okkar á þennan hátt, þá þyrfti að gera þessa breytingu afturvirka. Þá eru komin út í það að höfundar þyrftu náttúrulega sjálfsögðu að fá sínar greiðslur og þá sanngjarnar greiðslur fyrir þetta og útgefendur og lesararnir myndi að sjálfsögðu þurfa að fá miklu hærri taxta heldur en þeir fá núna. Það eru komin út í svona risastóran peningapakka og peningarnir eru ekki til og ég held ekki að viljinn sé heldur fyrir hendi að því þetta raunverulega ekki svona alvöru baráttumál Nei. Og ég get ekki og miðað við það hvernig bókaútgefendur hafa rætt við okkur, þeim finnst að við séum að það hljóta að vera svo margir að svindla, þetta sé eyðileggja bókaútgáfu og sérstaklega hljóðbókaútgáfu á landinu. Að miðað við það sem við fáum að heyra varðandi það hvað safnið sé að gera þar,
þá held ég að sé sko algjörlega útilokað þessi nokkur vilji til að opna, gera safnið opið almenningi út frá því sko. Finnið þið fyrir því í ykkar störfum að það sé áhugi meðal almennings og þeirra sem ekki eru greindir með þessar takmarkanir á opnun? Finnið þið ekki fyrir þrýstingi? Við fáum þessa spurningu svona nokkru sinnum í viku og menn svo sem bara flesti bara skilja það að þetta er sem sagt safn fyrir fatlaða, ég vil nú helst ekki nota þetta orð fatlaður sko. Nei. En þetta er samt sem áður hugsað til þess að vernda þessa réttindabaráttu eins og ég er að segja aftur og aftur. Og við bara getum það ekki. Það koma stundum einhverju svona bílstjórar og svona sem að vildi gjarnan hlusta og þetta skilum að það. Það er náttúrulega væri bara draumastað en þetta væri bara opið fyrir alla og allir getur fengið aðgang að þessu. En bara því miður þá bara er það ekki þannig. Nei. En tengist þetta einhverju leiti bara útgáfu á hljóðbókum almennt á Íslandi? Hvað við erum einhvern veginn á eftir öðrum þjóðum hvað það varðar? Já, sko hljóðbókútgáfa á Íslandi hún gengur ekki vel. Og hún hefur aldrei gengið vel. Ég man að ég var í einhverjum svona hljóðbókaklúbb máls og menningar, ég var svona satt í einhverju stjórn fyrir 20 árum og það gekk ekki upp. Og þetta hefur aldrei gengið upp einhvern veginn og ég hugsa að sko hljóðbókaútgefendur, þeir benda á okkur núna og þeir bendu líka á okkur þegar við vorum með kassutnar að vísu. En sko ég hugsa að þetta sé bara, þú veist, það er allir þessi afþreying, það er Netflix og þú getur náðið allar myndir á netinu og þú ert með iPad-inu allar þessa leiki og það er bara svo mikið framboð á afþreying. Já, einmitt. Þóra, þú ert búin að svara þessari grein og hún birtist, er það ekki, á vefnum Kvennablaðinu? Jú, hún var sett inn í gærkvöldi og ég er svona að reyna svarinni svona ekki svona kelling með stúta munnunum að telja upp einhverja lagagreinar. Ég reyna svarinu svona mannamáli en þess að ég svona hefa tilfinninguna þessi litli kór sem fer stundum á stað, hann vill bara ekki heyra svarið. Vil ekki heyra neitt annað svar en það sem ég er búin að ákveða að eigi að vera. Og þess vegna reyni ég að skrifa hana svolítið í þeim dúr. En svo held ég að það muni, sko, mér sýnist það á fyrsta kommentinu sem kom að greinin bara sanni sig, sko, menn vil ég ekki heyra svarið. Nei, einmitt það. En svo finnst mér líka að ég vil endilega leggja áherslu á það hvað þetta er gríðarlega mikilvæg og góð þjónusta fyrir lesblinda og sjónskerta og þá sem get ekki nýtt sér prenta letur og þjónustan er sko 99% jákvæð viðbrögð. Já, en svo kemur þetta alltaf inn á milli og það er allt í lagi, það má alveg taka þessu umræðu. Já, þá er bara svarað, en allavega fyrir þá sem vilja kynna sér þetta og fá svar við grein Kristínar Sigurðardóttur sem skrifaði í gær, þá er Þóra Ingólfsdóttir, framkvæmdastjóri Hljóðbókasafns Íslands búin að svara þessu og vonandi að fólk sýni þessu skilning og það er allavega mjög gott að vera búin að fá þetta svar frá þér. Þóra, takk fyrir komin hingað og gangi ykkur vel á Hljóðbókasafninu. Takk fyrir.